634. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómahöll þriðjudaginn 21. júní 2022 er settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbergsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Birgir Már Bragason, Rannveig Erla Guðlaugsdóttir, Alexander Ragnarsson, Birgitta Rún Birgisdóttir, Eyjólfur Gíslason og svo sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir ásamt bæjarstjóra Kjartanum Má Kjartanssyni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Á dagskrá fundarins í dag eru 7 mál en þau eru fyrsta mál fundargerði bæjarráðs frá 9. og 16. júní síðastliðnum, annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. júní, þriðja mál fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 15. júní, fjórða mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 16. júní, fimmta mál málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 2022 til 2026, sjötta mál eru áhersluatriði Sjálfstæðisflokksins 2022 til 2023 og sjöunda og síðasta máli er sumarleyfi bæjarstjórnar. Við hefjum því dagskrá með því að taka hér fyrir fyrsta mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. júní síðastliðnum. Orðið er laust fundargerðirnar. Díana Hilmarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð bæjarráðs frá 16. júní síðastliðnum, lið 7, sem er tilraunaverkefni með Reykjanesbæ til 3 ára. Verkefni borga þegar hent er eða pay as you throw, þar sem að notendur fá greitt fyrir að flokka úrganginn sinn og skila í innanhús grenndarstöð. Það eru yfirvofandi lagabbreytingar sem taka gildi núna 1. janúar 2023 sem að hafa áhrif á hirðusorps og skyldur almennings til flokkunar og áhersluatriði í þessum nýju lögum er borga þegar hent er og það þarf að finna fyrirkomulag sem hentar best og þetta tiltekna samstarfsverkefni er akkúrat í þeim anda en er að ræða samstarfsverkefni með fyrirtækinu Pure North en þeir munu reisa svokallað létthýsi út í Helguvík. Aldrei hefur farið í verkefni sem þetta hér á landi né annars staðar í heiminum í þeirri útfærslu sem er áætlað að hafa þessa stöð hér. Það er til sambærileg stöð í Japan en þar er refsikerfi á meðan að hér er gengið út frá hvatakerfi þar sem að þú fær greitt fyrir að flokka og skila á grenndarstöðina. Eðlilegast þykir mér að Kalka sorpeyðingarstöð sé aðili að þessu verkefni og það sé starfsmaður á þeirra vegum í grenndarstöðinni til þess að aðstoða notendur við flokkun og slíkt. Mér langar einnig aðeins að nýta tækifærið að koma inn á grenndarstöðarnar sem voru teknar í notkun hér í bæ í minni með ágúst eða september í fyrra og það hefur verið stígandi í notkun þeirra og jákvætt að íbúar nýti sér þennan möguleika. Að sjálfsögðu munur á magni eftir staðsetningu stöðvanna sem er eðlilegt. Það tekur tíma að innleiða nýja hluti og ég hvet okkur íbúa bæjarins bæði til þess að nota grenndarstöðvarnar og svo nýju stöðuna sem er á dagskrá nýju vetur og fá greitt fyrir að flokka úrganginn okkur á hendunum. Það er mikilvægt að sveitarfélögin hér á Suðurnesjum séu með skýra línur og að þau séu samstiga í þessum málaflokki og eðlilegast þykir mér að Reykjanesbær sem bæði stærsta sveitarfélagið og stærsti hluthafi sorpeyðingarstöðvarinnar Kölku sé leiðandi í þeirri vinnu. Það er því ekki seinna að vænna en að fara fullt í þetta verkefni svo að Suðurnesjum verður tilbúin í slaginn 1. janúar 2023. Takk fyrir. Kæra þakkir. Þá er það Guðný Birna Guðmundsdóttir gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðu gestir. Já, mig langar að koma hérna upp undir fundargerðum bæjarráðs frá 9. júní annars vegar og 16. júní hins vegar. Það 9. júní var kosið í nefndir og verkefnastjórnir í stjórnar Reykjanesbæjar og langar mig bara að nýta tækifærið að óska þessu flotta fólki okkar til hamingju með sín framtíðarstörf næstu 4 árin og óska þeim góðs gengis. Nú undir seinni fundinum
þá langar mig að fagna því að við ákveðum að framlengja ráðningu sjálfbærnifulltrúans okkar sem hefur staðið sig einkar vel fyrir sveitarfélagið og mun sú ráðning vera til næstu áramóta og þetta mjög gott embætti fyrir bæinn okkar og við erum meðal annars komið með sjálfbærnistefnu sem að mun nýtast okkur vel. Þannig að það ber að fagna þessari ráðningu. Fleiri sem vilja taka til máls? Gjör svo vel, Birgitta. Virðulegi forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Vegna 8. liðar bæjarráðs á fundi bæjarráðs þann 16. júní síðastliðinn heilsueflingu eldri íbúa í Reykjanesbæ óskum við sjálfstæðisfólk eftir að eftirfarandi verði fært í bókar. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að samið verði áframhaldandi heilsueflingu eldri íbúa í Reykjanesbæ. Leggjum við til að bærinn kynnir sér þá aðila sem bjóða upp á slíka heilsueflingu eða semji áframhaldandi samstarf við Janus heilsueflingu. Jafnframt leggjum við til að samið verði við Janus heilsueflingu til skamms tíma á meðan meirihlutinn að skoða alla möguleika svo hægt sé að taka á móti nýju fólki í verkefnið næsta árið. Teljum við afar mikilvægt að tryggja það að slíkt verkefni verði í boði í bæjarfélaginu til að draga úr félagslegri einangrun og efla líkamlegt og andlegt þrek eldra fólks. Með hækkandi aldri bæjarbúa getum við ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að huga verði að þessum þáttum og teljum við það að bæjarfélaginu til bóta að líkamleg og andleg heilsa eldri íbúa sé sem best. Teljum við að hvatagreiðslur einar og sér séu ekki sami hvati fyrir fólk á þessum aldri til að stunda reglulega hreyfingu eins og svo hvati sem fæst með námskeiði í líkingu við það sem í boði hefur verið. Þar sem faglægur þjálfari býður fólks fylgist með mætingu og mælingar eru gerðar á heilsufari. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Birgitta Rún. Bæjarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja því að óska nýjum kjörnum fulltrúum sem að sitja hér nokkuð mörg í dag sinn fyrsta fund innilega til hamingju með kjörið og hlakka til að starfa með ykkur öllum. Ég gleymdi að ávarpa hópinn með þessu á fyrsta fundi daginn en geri það hér með. Það er þrennt sem mig langar að koma inn á. Fyrsta lagi það sem að bæjarfulltrúi Birgitta var að tala hérna með Janusarverkefnið. Þá hefur þetta verið tilraunaverkefni sem að Reykjanesbær átti frumkvæði að eða var fyrsta sveitarfélag á Íslandi til þess að setja á laggirnar í samvinnu við Janus heilsueflingu og hans fólk og það var og ennþá okkar skoðun og ég veit að Janus sammála mér í því að þetta sé í rauninni ekki bara verkefni sveitarfélaga heldur ekki síður ríkisins að koma að. Og við Janus höfum átt fundi í gegnum tíðina með þingmönnum og ráðherrum þessi mál og því miður ekki ennþá allavega orðið nægilega ágengt í því að fá aðkomu ríkisins. Þó hefur ríkið í gegnum uppbyggingarsjóð Suðurnesja lagt fé í verkefnið þar til núna síðast í síðustu úthlutun. Þá var stjórn uppbyggingarsjóðs vildi nota fjármagn sem hún hafði úr að spila þá í annað og verkefni fekk ekki úthlutun þannig að kostnaður vegna þessa leggst að mestu leyti á Reykjanesbæ og þátttakendur greiða lítið hluta af þeim kostnaði og við höfum verið þeirra skoðunar og Janus veit að því við höfum rætt þetta að við þurfum að finna leiði til að lækka þennan kostnað. Þetta er stórt og umfangsmikið verkefni sem kostar mikið pening og við þurfum að finna leiði til að lækka þennan kostnað. Og hin hliðin á málinu er sú að á minn fund hafa komið einstaklingar sem eru menntaðir annaðhvort íþróttafræðingar eða þjálfarar
og óska eftir að fá sömu fyrirgreiðslu hjá sveitarfélaginu og Janus og hans fólk hefur fengið. Og það er því rétt sem Birgitta segir að við ættum kannski að skoða þessi mál í heild sinni og hvaða leiðir eru færar eða ofan á, ég veit það ekki, en ég sagði okkur hér frá því núna áður en að fundur hófst formlega að í dag var hleypt á stokkunum verkefnastjórn sem á að fara yfir málefni eldra fólks og samþættingu verkefna bæði heimahjúkrunar og félagsþjónustunnar og þar eitt af því sem að verður skoða þar er heilsuefling eldra fólks og ég var á þessum kynningafundi áðan og þar kom meðal annars var talað bæði Janusarverkefni og svo bara heilsueflingu almennt. Þannig að það hefur margt áunnist á þessum 5 árum. Þetta verkefni er komið greinilega á dagskrá og við munum bara halda áfram að vinna með það. Númer 2, mig langar að því að hér var aðeins minnst á Pure North, eða þetta verkefni sem við höfum samþykkt að fara í samningaviðræður við Pure North sem er að taka á móti flokkanlegum úrgangi og flokka hann ennþá betur og fyrir íbúana jafnvel að fá greitt fyrir það. Að við erum að kostnaðarmeta þetta betur okkar megin. Það eru 4 liðir í þessu verkefni sem að okkur snúa sem að sveitarfélaginu ber að standa straum af. Í fyrsta lagi að borga Pure North fasta greiðslu á mánuði fyrir aðstöðuna sem að þeir munu leggja til. Í öðru lagi að borga laun starfsmanns eða manna sem að munu starfa þarna. Í þriðja lagi að kosta allar lagnir og tengingar, vatn, skolp, hita og í fjórða lagi segir í þessum drögum að samkomulagi að sveitarfélagið skuldbindur sig til þess að kynna verkefnið vel fyrir íbúum. Og hvað þetta allt saman kemur til með að kosta erum við að leggjast betur yfir því að þegar verkefnið var kynnt í bæjarráði hérna fyrst fyrir nokkrum vikum síðan þá var einungis verið að tala eða eina tala sem að menn voru með á borðinu þá var upphæðin sem að okkur ber að greiða mánaðarlega fyrir leigu á húsnæðinu eða aðstöðinu sem að Pure North ætlar að skaffa og ég hef beðið hagdeildin okkar að taka þetta saman og sú vinna held ég að sé hafin eða í gangi. Í þriðja lagi, því að við erum hérna með leyfi Fosta undir fundargerð bæjarráðs að þá er í fundargerð nr. 1372 frá 9. júní, þarna verið að kjósa í nefndir og verkefnastjórnir. Ég tek undir hamingjuóskir þeirra sem hér hafa verið valdir í alls konar verkefni sem bæjarráð tilnefnir í. Þetta er til viðbótar við þær nefndir sem að bæjarstjórn kaus fólk í daginn. Að þar í lið 2.11 fasteignir Reykjanesbæjar, þarna eru tilnefndir aðalmenn Aðalheiður Hilmarsdóttir, Ingimundur Jónsson og Steinþór Gunnarsson Aspelund og varamenn Íris Ósk Skólasdóttir, Gísli Jóhannsson og Sigrún Inga Ævarsdóttir. Þetta er í rauninni ekki rétt að bæjarráð hafi gert þetta eða þetta er ekki á vettvangi bæjarráðs að kjósa í þessa nefnd. Þannig að fasteignir Reykjanesbæjar voru fluttar yfir og í sérfélag sem heitir hvað heitir það, íbúðir, það er houses, hús, húsnæði sjálfseignarstofnun, houses, já, húsnæði sjálfseignarstofnun og það félag á fasteignir Reykjanesbæjar og það er í rauninni stjórn þessa houses félags að skipa í stjórn eða tilnefna fólk á aðalfundi í fasteignir Reykjanesbæjar. Sá aðalfundur hefur ekki farið fram en við ætlum að spyrja stjórnina að því hvort og hvenær sá fundur verður og það hlýtur að vera bara rétt á næstunni. Þannig að ég lít svo á, forseti góður, að þegar og ef bæjarstjórn samþykkir þessa fundargerð
þá ekki verið að samþykkja það að þessir aðilar taki sæti í stjórn fasteigna Reykjanesbæjar, því að það ekki verkefni bæjarstjórnar að skipa í hana. Ég vona að ég hafi komið þessu svona þokkalega frá mér. Takk. Þetta var mjög skýrt, kæra þakkir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, mig langar að koma aðeins undir lið 8 í seinni fundargerð bæjarráðs sem að varðar Janus heilsueflingu, og fyrir ykkur sem eru heima að horfa spennt á bæjarstjórnarfund, þá kom Janus hérna áðan og kynnti verkefni sitt fyrir okkur, og er það ekki fyrsta skipti sem að hann og hans teymi koma hingað til okkar. Það er algjörlega kýrskýrt að forvarnir eru gríðarlega mikilvægar, sérstaklega fyrir aldra fólk sem er stækkandi hópur í okkar samfélagi sem á annar staðar. En það höfum við, líkt og bæjarstjóri kom inn á hérna áðan, styrkt verkefnið algjörlega frá byrjun og verið þar, vorum minnum í nokkur ár fyrst og vorum í byrjun eitt af sveitarfélag sem gekk lengst, þar að segja í samvinnu við heilbrigðisstofnun, blóðmanningar og annað slíkt. Það eru alls 6 sveitarfélög á Íslandi sem eru í Janusarverkefninu sem vel, en auðvitað ættu þau að vera fleiri. En líkt og bæjarstjóri kom inn á þá þetta verkefni líkt og önnur í skoðun hjá okkur, eðlilega þar sem kostnaðurinn talsvert mikill, og jafnvel þó að margir hafi farið þarna í gegn, alls 500-600 manns frá 2017, að þá erum við samt með fólk yfir 60, tæplega 3000 manns hér í sveitarfélaginu, þannig að þetta einungis brot af þeim fjölda. Hvatagreiðslu til aldraðra og öryrkja eitthvað sem að allir geta sótt þótt að sé minni krónutala, en það væri eitthvað sem að væri hægt að nýtast fleirum, og það ein af þeim pælingum sem að í gangi og eitthvað sem að við þurfum að horfa til. En við hvetjum fólk til, og ég spurði Janus að því hérna áðan hvort að einstaklingar á þessu aldurspili gætu sjálfir farið og hafið þetta verkefni, og svarið var vissulega jú. Þeir sem eru yfir 65 ára aldri geta farið sjálfir og greitt fyrir að fara í Janus heilsueflingu. Þannig að ef að fólk hefur áhuga á því, endilega verið í samstarfi eða heyrið í þessari frábæru lausn, Janus heilsuefling, og þetta í skoðun hjá okkur sveitarfélaginu ásamt fleiri hlutum. En ég ítreka að þetta gott verkefni og búið að vera farsælt fyrir okkur, en við erum náttúrulega að horfa í alls konar kostnaðinn í sveitarfélaginu sem við þurfum að taka til greina einnig. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki. Þeir sem geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs frá 9. og 16. júní eru beðnir að gefa merki. Það eru samþykktar 11:0. Þá færum við okkur yfir í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. júní síðastliðnum, og eins og áður þá eru nokkrir fundarliðir sem þarf að afgreiða sérstaklega. Fyrst það 6. liður fundargerðarinnar, Seljavogur 10 viðbygging, orðið laust lið númer 6. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11:0. Þá það 7. liður fundargerðarinnar, Iðavellir 10B viðbygging, orðið laust þann lið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir 7. lið. Þeir sem samþykkt geta þann lið eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11:0. Þá það 8. liður fundargerðarinnar, Iðavellir 2 stækkun, orðið laust 8. lið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið. Þeir sem samþykkt geta 8. lið eru beðnir að gefa merki.
Hann er samþyktur 11.0. Þá er það 10. liður fundargerðarinnar, Hafnargata 51 til 55, orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 10. lið eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11.0. Þá er það 14. liður fundargerðarinnar, Ásabraut 15, orðið er laust þann lið. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta lið númer 14 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11.0. Þá er það 15. liður fundargerðarinnar, Bergás 3 Sólstofa, orðið er laust 15. lið. Enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið 15 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 10.0 og bæjarfulltrúi Hjörtur situr hjá. Þá er það 16. liður fundargerðarinnar, Melavegur 2 stækkun á lóð, orðið er laust 16. lið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls undir 16. lið. Þeir sem samþykkt geta hann eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11.0. Og síðasti liðurinn sem við tökum sérstaklega fyrir er 17. liður fundargerðarinnar, Urta Íslandika, Básvegur 10, orðið er laust þann lið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 17. lið eru beðnir að gefa merki. Og hann er samþyktur 11.0. Og þá gefur forseti orðið laust fundargerðina í heild sinni. Ég var að kyngja kaffisopanum. Gjörðu svo vel, Eyjólfur Gíslason. Virðulegi forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Ég kem hér upp vegna fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs þann 16. júní síðastliðinn, en við Sjálfstæðisfólk óskum eftir að eftirfarandi verði fært til bókar. Fyrst að verið er að ræða Iðavelli, þá hvetur Sjálfstæðisflokkurinn til þess að skipulag og umhverfi Iðavalla verði klárað þannig að sómi sé að. Setja þarf upp gangstéttir, tryggja öryggi vegfarenda og fegra ásýnd götunar. Og ég fæ að halda áfram með leyfi forseta fundargerð. Vegna 20. liðar í fundargerð umhverfis- og skipulagsráð óskum við Sjálfstæðisfólk eftir að eftirfarandi verði fært til bókar. Umhirða á grassvæðum og gróðri almennt í Reykjanesbæ hefur ekki verið í lagi undanfarið. Það virðist alveg undir hælinn lagt hvort og hvenær svæði eru slegin og ef þau eru slegin. Þá hefur það gerst að gras er ekki hirt og látið liggja í görðum, jafnvel í einhverja daga áður en það er hirt. Einnig hafa orðið skemmdir bæði á grasflötum og eignum við sláttinn og það verklag sem viðhaft hefur verið er með öllu ólíðandi og við Sjálfstæðisfólk viljum að farið verði í endurskipulagningu á því hvernig slætti og umhirðu grassvæða verður. Þetta er stór hluti af ásýnd bæjarins, hafa snyrtilegar og velhirta grasflatir sem og önnur gróðusvæði, götur og gangstíga, sem umhirðu hefur einnig verið ábendavant á. Sjálfstæðisfólk óskar eftir því að bæjarstjóri, sem er æðsti stjórnandi bæjarins, taki málið föstum tökum og vinni þetta mál í samstarfi við umhverfis- og skipulagssvið án tafar. Bestu þakkir. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. júní eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við fyrir þriðja máladagskrá sem er fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 15. júní síðastliðnum
Og áður en forseti gefur orðið laust fundagerðina vil ég nota tækifærið og óska nýútnefndum listamanni Reykjanesbæjar, Karen Sturlaugsson, innilega til hamingju og þakka henni fyrir þá alúð sem hún hefur lagt í árangursríkt og mikilsvert starf í þágu barna, ungmenna og menningarlífs Reykjanesbæjar. Ég vil einnig óska Karen til hamingju með að hafa verið sæmd heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við mjög hátíðlega athöfn á Bessastöðum þann sama dag, en þar var Karen sæmd riddarakrossi fyrir framlag hennar til tónlistaruppbeldis ungmenna. Við sendum henni enn og aftur kærar hamingjuóskir og þakkir fyrir hennar störf hér eftir sem hingað til. Orðið laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Sverrir Bergmann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og þið sem heima sitið. Ég var kjörinn núna á þessum síðasta fundi menningar og atvinnuráðs sem ritari og langar því að nýta tækifæri og koma hérna og fara stuttlega yfir þessa fundagerð, en á sama fundi var Trausti Arngrímsson valinn formaður ráðsins og Eydís Hentze Pétursdóttir var valin varaformaður. Nú, það sem var farið svona yfir á þessum fyrsta fundi var nú mest svona kynningarefni og þar var forstöðumaður Súlunar sem fór með alveg heljarna kynningu á öllu því sem kemur að þessu ráði og það vægast sagt á nóg að taka og mikil og skemmtileg verkefni framöndan. Og að atvinnumálum þá kom verkefnastjóri atvinnu- og viðskiptaþróunar aðeins þar að og fór yfir nokkuð mál, en það víst ekki hægt að nefna þau mál þar sem að þagnarskylda eitthvað svoleiðis tengt því og það rætt, má ekki ræða þá á svona opinberu vettvangi, en það eru hellingsþreifingar í gangi og framtíðin björt í því. Nú, það komu nýjar tölur frá Vinnumálastofnun en atvinnuleysi mælist núna 6,6% á Suðurnesjum, var 7,6%, en svona þegar maður lítur í tölunar þá þetta enga síður eitt mesta atvinnuleysi á landinu og stingur svolítið í augun að sjá að atvinnuleysi á konum hérna á Suðurnesjum 8%, en hæst þau 4,1% annars staðar á landinu. Þannig að þar verðugt verkefni að skoða og takast á við allar á næstu 4 árin. Nú, svo var hátíðardagskrá 17. júní, hún var lögð fram en hún var svona með COVID-sniði, en 17. júní hér fór fram þannig að það var hátíðardagskrá í Skúðgarðinum í Keflavík og svo var skemmtidagskrá í 4 hverfum bæjarins og svo var það kvöldskemmtun fyrir ungmenni sem fór fram við 88 húsið. Svo voru nokkur fleiri eins og útnefning listamanns Reykjanesbæjar sem kom hér áður fram og glæsilegur árangur þar og magnað að hafa svona manneskju hér innan bæjarmarkana. Nú, svo að fara aðeins yfir Baun, en það barna- og ungmennahátíð sem fór fram dagana 28. apríl til 8. maí síðastliðinn og heppnaðist gríðarlega vel. 5.300 manns sem mættu og heimsóttu DUS safnahús á meðan hátíðin stóð og 90% svaranda aðspurðra voru mjög ánægðir eða frekar ánægðir með þessa hátíð og 94% barna sem voru líka spurð voru mjög eða frekar ánægð. Og svo að lokum þá vil ég og við í atvinnu- og menningarráði óska þeim sem koma að skrifa bókarinnar Sögu Keflavíkur frá 1949 til 1994 innlega til hamingju með útgáfu hennar, en hún komin út og hægt að nálgast hana á öllum helstu sölustöðum. Ég þakka fyrir mig. Þökkum bæjarfulltrúa Sverri kærlega fyrir þessa yfirferð. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð menningar og atvinnuráðs? Já. Kjartan Má, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það ekki beint, það snertir ekki beint endilega akkurat þessa fundargerð, en í 3. máli þó þar verið að fjalla siðareglur kjörinna fulltrúa og mér langar bara að nota þetta tækifæri og upplýsa bæjarfulltrúa það og nefndarfólk og biðja ykkur að upplýsa ykkar nefndarfólk það að við höfum haft þann háttinn á
að vera með í gildi siðareglu fyrir kjördæmafulltrúa sem eru víðtækar og þarna verið að leggja þær fram til kynningar og þessar reglur eru samþykktar af ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Ef að við viljum breyta þeim, uppfæra þær eða aðlaga þær eða gera eitthvað við þær, þar þurfa að koma fram tillögur frá kjörnum fulltrúum, ábendingar og tillögur sem að síðan fara til meðferðar og skoðunar í svokallari forsetanefnd. Í forsetanefnd sitja forseti bæjarstjórnar og fyrsti og annar varaforseti. Fyrsti varaforseti er Guðný Guðmundsdóttir og annar varaforseti er Guðbergur Reynisson. Og ég er nú bara svona að upplýsa ykkur hvernig þetta gengur fyrir sig í þessu. Þannig að ég hvet ykkur til þess að lesa þessar siðareglur og bið ykkur að hvetja ykkur fólk til að gera það og hafa samband við, haft samband við mig eða bæjarlögmann Unnar Stein ef þið viljið koma og framfæra einhverjum ábendingum. En fyrsti fundur í nýrri forsetanefnd er fyrirhugað næstkomandi föstudag og svo ekki aftur fyrir en eftir sumarleyfi gerir ég ráð fyrir. Einhvern tíma í ágúst mánuði þá, væntanlega. Takk. Takk fyrir þetta. Er einhverju sem vilja taka til máls undir fundargerð menningar og atvinnuráðs? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina menningar og atvinnuráðs frá 15. júní eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 11:0. Þá erum við komin í fjórða mál á dagskrá og það er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 16. júní síðastliðnum. Orðið er laust fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Hjörtur, bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Já, kæri forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér til að ræða fundargerð 264. fundar stjórnar Reykjaneshafnar. Stjórnin helst nær óbreytt frá síðasta kjörtímabili. Að undanskildum einum fulltrúa og vil ég nota tækifæri að bjóða Alexander Ragnarsson velkominn í stjórnina. En á sama tíma langar mig að þakka Hönnu Björgu Konráðsdóttur fyrir samfylgdina og velunni störf síðustu ár, en Hanna var varaformaður síðastliðið kjörtímabil og við góðan orðstýr og hefur setið núna síðastliðin ár líka sem varaformaður í stjórn Hafnasambands Íslands fyrir okkar hönd og er okkar fyrsti fulltrú í stjórn Hafnasambandsins, þannig að það hefur verið komið sér afar vel að hafa okkar fulltrúa þar. Eitt af málum fundarins var svo niðurlagning hafna, en þar hefur engin hafnastarfsemi verið undanfarin ár og ekki fyrirsjáanlegt að breytinga verða á því. Einnig má nefna að ytri-höfn hafna nær 3 sjómílur út frá Djúpavogi og alltaf sveitafélagsmörkum Reykjanesbæjar og Grindavíkur og ber Reykjaneshöfn skyldum að gegna ef eitthvað fyrir úrskeiðis á því svæði. Þrátt fyrir að hafnahöfn sé ekki starfrækt sem höfn í framtíðinu verður mannvirkjum samt viðhaldið þannig að prýði sé af eins og hefur verið og svo að komi sérstaklega fram Reykjaneshöfn áfram skreita hafnasvæðið jól og við hvetjum aðra stofnanir Reykjanesbæjar til að gera það sama. Í framtíðarsýn Reykjaneshafnar er rætt möguleikann á ferðaþjónustu í kringum hafnahöfn og þessi aðgerð kemur ekki að nokkru leyti niður á þeirri sýn. Þvert á móti hefur stjórnin lýst sig reiðubúna til að leggja þeim lið sem hafa áhuga á að hefja sjávartengda ferðaþjónustu í og við hafnahöfn. Þetta er mjög óþjált orð að segja, hafnahöfn, en engu að síður þurfum við að gera það. En að öðru því tækifærin í skipaþjónustuklasanum við Njarðvíkurhöfn voru einnig til umræðu og langar mig að vekja sérstaka athygli á þeirri auknu eftirspurning sem kemur til með að verða eftir starfsfólki með vélstjórnar og málmiðnaða menntun eftir örfá ár og við Suðurnesjamenn búum sérstaklega vel að því að í Fjölbrautaskóla Suðurnesja hafa þessar greinar verið kenndar lengi og gríðarleg reynsla til staðar í skólanum og við þurfum að vekja athygli ungra og aldna á að hvetja þau til náms á þessu sviðum svo samfélagi sé í stakk búið til að taka á móti þegar tækifærin gefast. Takk. Takka fyrir þessa yfirferð. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 16. júní? Svo er ekki.
Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðnir að gefa merki. Og hún samþykkt 11-0. Þá tökum við næst fyrir 5. mál sem málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 2022 til 2026. Orðið laust. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á því að bjóða þá bæjarfulltrúa velkomna hérna á fundin sem hafa ekki setið bæjarstjórnarfund áður. Það er gaman að sjá svona mikið nýju fólki hérna sem ég er nú hluti af líka til þess að gera. Það er nokkuð ljóst í mínum huga að varðandi þann málefnasamning sem lagður hér til kynningar að allir bæjarbúar í Reykjanesbæ geta verið stoltir á honum. Samningurinn tekur á fjölbreyttum áskorunum og úrlausnarefnum sem bíða okkar hér í Reykjanesbæ, en ekki hvað síst þá horfir þessi málefnasamningur til framtíðar í málaflokkum sem eru samfélaginu okkar hugleikin. Það er metnaður og áskorun í þessum málefnasamningi. Framtíðin er að sjálfsögðu óráðin og það er nokkuð ljóst að ekkert okkar sér fyrir allt sem á dag okkar mun drífa á næstu 4 árum og það er því þess mikilvægara að hafa til grundvallar ítarlegan málefnasamning sem verður þeim okkar sem störfum fyrir íbúa Reykjanesbæjar leiðarljós á komandi misserum. Og þá ekki hvað síst við þá bæjarstjórn sem nú hefur tekið til starfa, því innan hennar hefur átt sér stað mikil endurnýjun. Meirihluti bæjarfulltrúa, eða 6 talsins, eru að taka fast sæti í bæjarstjórn í fyrsta skipti og í því felast tækifæri til að skilja fortíðina eftir í baksýnisspeglinum og horfa til framtíðar óbundin af fjötrum hennar. Það er að sjálfsögðu úrlausnarefni frá fyrri tíð sem bíða okkar, en við í þessum meirihluta ætlum ekki að dvelja þar umfram það að leysa málin með hagsmuni bæjarfélagsins til framtíðar í forgrunni. Því það skiptir okkar samfélag töluverðu máli að losa okkur úr örmum svona þeirra neikvæðu hluta sem hafa fylgt okkur úr fortíðinni og hrista á okkur svona nokkrar þær mýtur sem hafa stýrt okkar eigin viðhorfi og viðhorfi kannski margra landsmanna til Reykjanesbæjar. Mýtur á borð við það að hér hafa allir verið upp á hermangið komnir. Flugvöllurinn sé það eina sem þetta samfélag eru upp á að bjóða. Stóriðjudraumar séu hér alltumlykjandi og við í þessu samfélagi höfum á einhvern undarverðan máta náð einhverjum menningarlegum hápunkti þegar Bítlarnir voru og hétu, eins ágætir og þeir nú voru. Þá er samt staðreyndin sú að þeir hafa ekki gefið út lag í 50 ár og menningararfur Reykjanesbæjar og forvera hans byggir á svo miklu meiri dýpt. Það er engin mengandi stóriðja í Reykjanesbæ og hún verður það ekki. Hún staldraði hér við sem tilraun í nokkra mánuði en hefur fyrst og fremst verið til í orði frekar en á borði. Og núverandi málefnasamningur meitlar í stein að framtíð okkar samfélags liggur ekki í þá áttina. Og jú, að sjálfsögðu er hér flugstöð og hún er hér við bæjardyrnar. Og sjálfsögðu hafði vera Bandaríkjahers mikil áhrif á íslenskt samfélag sem og samfélagið á Suðurnesjum öllum. En í sögulegu samhengi þá staldraði herinn hér stutt við. Dönsku einokunarkaupmennirnir voru hér lengur en þeir félagar og það er full ástæða til að setja ákveðin punkt aftan við þeirra aðkomið á samfélaginu hér, þó þau kíkja nú í heimsókn endurum og sinnum, líkt og danskurinn gerir. Og ég ger ekkert lítið úr því að við eigum mikið undir flugvöllunum komið og starfsemi tengdum honum. En við skulum ekki gleyma því að flugvöllurinn og flugvallasamfélagið á líka mikið undir okkur komið sem byggjum þennan bæ. Og við eigum í því sambandi að vera óhrædd við að stíga inn í það hlutverk okkar og vera stór í því samstarfi. Sem og í öðrum atvinnumálefnum á svæðinu, hvort sem þeir tengja sjávarsókn, ferðamennsku, nýsköpun, iðnaði eða öðru. Og við erum með þessum málefnasamningi að fara að sjá afar kröftuga hluti gerast. Öflug uppbygging í daggæslumálum stendur nú yfir og málefnasamningurinn gerir ráð fyrir að það þurfa að spýta enn frekar í lófana í þeim málaflokki. Þjónusta Reykjanesbæjar stendur afar framalega á mörgum sviðum samanborið við sambærileg sveitarfélög og það stendur til að bæta þjónustuna enn frekar og yfirstandandi kjörtímabili. Lykilatriði því er þó að uppbygging sé framkvæmd á ábyrgan máta og samhliða því að svigrúm í fjármálum eykst þarf að halda álögum og íbúa í lágmarki. Slíkt skiptir miklu máli til þess að Reykjanesbæjar verði áfram eftirsóknarverðasta sveitarfélag landsins. Og talandi uppbyggingu. Uppbygging innviða er nátengd svo mörgum málaflokkum sem málefnasamningurinn tæpir á. Nú þegar hefur verið komið inn á uppbyggingu í dagvistunarmálum en það er af svo mörgu fleiru að taka. Og með leyfi forseta vill ég tæpa á nokkrum gríðarlega mikilvægum uppbyggingaverkum sem framundan eru. Fyrir það fyrsta
endurbygging og uppbygging Myllubakaskóla, nýr grunnskóli á Ásbrú, leikskóla uppbygging í Hlíðahverfi, Stapahverfi og Akurhverfi. Samhliða náttúrulega stækkun núverandi leikskóladeilda í ákveðnum skólum. Uppbygging miðbæjarins, aðgerðir í umferðarmálum við Njarðarbraut og Grænlandsbrekku til dæmis, ásamt innleiðingu hjólreiðaráætlunar, styrking almenningssamgangnakerfis, áframhaldandi gott framboð lóða þar sem horft er til þéttingu byggðar og uppbyggingar í Ásbrúarhverfi, styrking og betrumbóta á útivistarsvæðum ásamt útivistaráætlun fyrir hvert hverfi bæjarins, bygging nýs hjúkrunarheimilis og áframhaldandi fjárfestingar í íþróttamannvirkjum í samráði við viðeigandi hagaðila. Og umhverfismálin þurfa einnig að fá ríkara vægi í okkar bæjarfélagi og stórt skref var tekið á síðasta bæjarráðsfundi þegar ráðning sjálfbærnifulltrúa var framlengd og víða í málefnasamningnum má sjá þess merki að Reykjanesbær mun ekki láta sitt eftir liggja þegar kemur að því að taka þátt í þeim málaflokki. En lífið er ekki eintóm steypa og malbik. Við erum öll hérna í þessum bæ fyrst og fremst til staðar fyrir hvert annað. Og manngildin þurfa ávallt að vera auðgildunum höfuðherri og þess má svo sannarlega sjá stað í málefnasamningnum. Gegnumgangandi er stefið í honum í það áttina, því án þeirra áherslna þá er framtíðarsýn til Reykjanesbæjar til ársins 2030 hjóm eitt. Og við munum ekki færast nær því að byggja Reykjanesbæ upp sem fjölskylduvænan bæ sem þroskar og nærir hæfileika allra. Í aðdraganda kosningana kom samanburður við önnur sveitarfélög ítrekað upp í samtölum bæði við kjörna fulltrúa í þessum sal sem á við bæjarbúa almennt. Margt af því sem kemur fram í þeim samtölum er umhugsunarvert og gefur tilefni til nánari skoðunar, en margt af því gefur mér líka tilefni til þess að staldra við og spurja hvert verið sé að fara með þessu samanburði. Við í Reykjanesbæ eigum að vinna á okkar styrkleikum og við eigum að einbeita okkur af því sem við gerum vel. Því það er staðreynd að önnur sveitarfélög horfa til Reykjanesbæjar öfundaraugum í fjöldamörgum málaflokkum. Ég segi að sjálfsögðu eigum að horfa til annarra og sjá hvað hægt er að læra af þeim og sjá hvort við séum að missa af einhverjum lestum. En á hinn bóginn, ef við viljum sannarlega ná árangri, þá horfum við í eigin barm. Hér í bæ eru stórfenglegi hlutir að gerast og hér býr gríðarlega fjölbreyttur og merkilegur mannauður. Þannig að lítum okkur nær, spilum á okkar styrkleikum og búum okkur til pláss. Það mun enginn gera það fyrir okkur. Og málefnasamningurinn talar einmitt inn í styrkleika Reykjanesbæjar og hvetur til þess að við gerum það öll sem eitt, hvar í flokki sem við stöndum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir liðnum málefnasamningu meirihluta? Birgit, þar hún gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Undir liðnum með málefnasamning óskar Sjálfstæðisflokkurinn eftir að eftirfarandi verði fært til bókar. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að breytingum á almenningssamgöngum til og frá Leifsstöð verði flýtt þannig að starfsfólk eigi auðveldara með að sækja vinnu sína. Í viðtali í fréttum við sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs kom fram að ekki yrði ráðist í neinar breytingar fyrir en við endurskoðun samnings sem er eftir of langan tíma að okkar mati. Þessi tímarammi er á okkar mati óásættanlegur og leggjum við til að ráðist verði í endurskoðun á tengingu strætókerfisins við Leifsstöð án tafar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Og þá... Já. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Bara út af forseti ágættu bæjarfulltrúa, aðeins út af þessu sem að Birgitta var að fjalla sem er bara ágætt ábending að þá er verið að vinna í þessu máli. Að því leytinu til að eins og bæjarfulltrúum er kunnugt að þá er í gangi vinna núna á vegum Katigó og í samstarfi við Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Ísafía skipulagningu nærsvæðis Keflavíkurflugvallar og það er stórt verkefni með stóran hóp erlendra ráðgjafa sem er að vinna að því og þeirri vinnu lýkur áramótin núna og þá fáum við að sjá heildarplanið. Einn liður af mjög mörgum í þessu verkefni eru einmitt almenningssamgöngur í
í sinni stærstu mynd, þar að segja samgöngur, hvernig ætlum við að útfæra almenningssamgöngur á milli höfuðborgarsvæðisins og flugstöðarlegs Eiríkssonar og þar af leiðandi Suðurnesja. Hvernig ætlum við að útfæra samgöngur á milli sveitarfélaga á Suðurnesjum almennt við Leifsstöð eða höfuðborgarsvæðið og innan svæðisins, og síðast en ekki síst hvernig ætlum við að útfæra almenningssamgöngur innan Reykjanesbæjar og þar með upp í flugstöð. Þessari vinnu lýkur eins og segjum áramót og þá fáum við að sjá endanlegt plan og endanlega tillögur, og ég ger ekki ráð fyrir að verði gerðar breytingar á almenningssamgöngum allavega varanlegar eða stórar fyrir að þetta liggur fyrir, en ég veit þó til þess að starfsmenn umhverfissviðs sem að hafa með þetta mál að gera er í samtali við sérfræðingana úr þessu erlenda teymi og eiga fund næstkomandi mánudag þessi mál meðal annars. En það er líka rétt að hafa það í huga, og ég vil upplýsa ykkur það, að samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fer með þessi mál fyrir okkur, og það hafa verið gerðar fleiri en ein og fleiri en tvær tilraunir til þess að ná samstöðu á meðal fyrirtækja í og við flugstöð Leifs Eiríkssonar að koma í samstarfi sveitarfélögin almenningssamgöngur þarna á milli. Það hefur því miður ekki tekist til þessa, en kannski og vonandi er von á því að samkomulag náist það. En við sem að þekkjum og þið sem að eigið jafnvel ættingi eða hafi sjálf starfað í Leifsstöð vitið hvernig þetta virkar, það eru margir að aka fólki til og frá svæðinu. Sum fyrirtæki hafa árabil sótt starfsmenn bara heima dyrum í heimahúsum, og meðan aðrir hafa þurft að ganga einhverja leiðir út í almenningssamgöngur, og það virðist vera mjög flókið og erfitt að breyta þessu. Þetta væri einn veigamikill þáttur í því að koma bara á skilvirkum almenningssamgöngum bæði fyrir starfsmenn og auðvitað ekki síður farþega og það sem að þurfa að komast til og frá Leifsstöð. En þetta er risavaxið verkefni sem að samband sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur verið að vinna í og reyna að leiða, en ekki orðið ágengt ennþá. En sjáum hvað setur, vonandi tekst okkur að nýta þetta sama þegar að þetta erlendur ráðgjafarnir skil okkur skýrslu í síðasta lagi áramót. Takk fyrir. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég vil þakka Kjartanim á bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð og vil einmitt vitna í Kategó-verkefnið sem við bíðum spennt eftir að sjá loka niðurstöðu þar sem meðal annars verið tekið á almenningssamgöngum. Ég vil benda á að það er sérstaklega tekið fyrir í málefnasamningum meirihlutans, ef ég má með leyfi forseta. Leiðakerfi almenningssamgangna verður yfirfarið með það að markmiði að börn geti sótt íþrótta, tómstunda og félagsstarf til og frá heimilum sínum, ásamt því að tengingar við Keflavíkurflugvöll sem og höfuðborgarsvæði verði bættar í samstarfi við hagaðila. Þannig að við erum vissulega með þetta á dagskrá hjá okkur og munum taka þétt í þetta mál. Og ég tek undir orð bæjarstjóra að það er hagstælast að bíða eftir niðurstöðum Kategó-vinnunnar og þá getum við hafið þessa yfirferð sem er bara veigamikil, enda er hún hérna í meirihluta málefnasamningum. Takk fyrir það. Já, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Ég ætla ekki að leggja það í vana minn að koma hérna 100 sinnum upp á fundi, ég skal lofa ykkur því. En ég sendi, eða ætlaði að senda, ég vona að það hafi borist ykkur öllum, bæði aðal- og varamönnum, tölvupósturinn okkur síðan þessum boðað var til stöðufundar með Kategó og þessum erlendu ráðgjöfum næstkomandi þriðjudag 28. júní hér í þessum sal frá 12 til 2. Ég gerði það í tölvupósti, held ég örugglega, og svo var ég að áfram senda á okkur núna til að vera öruggur fundabóð sem okkur hafi borist frá framkvæmdastjóra Kategó, Pálma, og þar munu þessir erlendu ráðgjafar eða fulltrúar þeirra fara yfir stöðu verkefnisins og þá gefst okkur tækifæri til þess að ræða ýmis mál. Þetta er hér frá 12 til 2
á þriðjudaginn eftir viku. Stendur reyndar, herra bæjarstjóri, að þetta sé upp á Skógabraut í fundarbúðum. Upp á Skógabraut. Fyrirgjöður. Já. Það er rétt. Afsækja Já. á þetta. Já. Þetta er á Þannig að Skógabraut, þetta fundurinn er er- alls ekki hér, þetta er Skógabraut. Hjá Kategó. Já. Frábært. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei, og þá förum við yfir í næsta mál á dagskrá sem eru áhersluatriði Sjálfstæðisflokksins 2022 til 2023. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp undir lið áherslur Sjálfstæðisflokksins 2022-2023 og ætla að kynna þær hér fyrir ykkur og óska eftir því að þær verði farið til bókar. En Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram eftirfarandi áherslur fyrir 2022-2023 og mun á hverju ári leggja fram sínar áherslur og fylgja þeim vel eftir. Þessar áherslur komu ásamt öðrum áherslum fram í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins í kosningunum í vor. Atvinnumál. Gerum átak í að ná nýjum fyrirtækjum til bæjarins. Þetta kallar á að við sækjum fyrirtæki og fylgjum eftir þeim tækifærum sem opnast. Hlúum vel að þeim fyrirtækjum sem fyrir eru og aukum samtalið við þau. Íþróttir. Aukum framlög til íþróttafélaga og verum samanburðarhæf við sambærileg sveitarfélög. Tengjum saman frístundastarf skólana og íþróttahreyfingarinnar. Tryggjum reglubundið samráð við íþróttafélögin og meiri samvinnu. Tryggjum fleiri stöðugildi til íþróttafélagana. Frístundir og tómstundir. Opnum félagsmiðstöðvar í hverfum í samstarfi við grunnskólana og fjörheima. Opnum aftur og eflum landnámsdýragarðinn. Eldri íbúar Reykjanesbæjar. Setjum meiri kraft í félagsstarf eldri íbúa utan Nesvalla og skoðum möguleikana innan hverfa. Veitum áfram öflugan stuðning við heilsueflingu eldri íbúa. Hefjum skoðun á fjölbreyttara búsetuúrræði eldra fólks og aukum samráð bæjarins við öldungaráð. Menningarmál. Vekjum athygli á sögu og menningu bæjarins til að laða að ferðamenn. Bætum í markaðssetningu og á menningartengdum verkefnum Reykjanesbæjar og aukum aðsókn gesta. Verum óhrædd við að gera upp menningartengd verkefni og rýnum hvort þau skili þeim árangri sem vænta má með tilliti til tekna og útgjalda sveitarfélagsins. Skipulags- og umhverfismál. Eflum umhverfis- og skipulagssvið sveitarfélagsins. Stýrum af festu verklegum framkvæmdum og leggjum áherslu á góðan undirbúning áður en hafist er handa. Verum leiðbeinandi fyrir fólk og fyrirtæki í skipulagsmálum þannig að komist verði hjá ágreiningi. Gerum átak í að fegra bæinn með því að bæta slátt, bæta umhirðu, trjáa og gróðurs, hreinsa götur og gönguleiðir. Setjum upp fjölskyldugarð útisvæði fyrir fólk á öllum aldri í Innri Njarðvík. Gerum fjölskylduvænt og aðlaðandi útisvæði á Ásbrú. Strætó. Frítt í strætó á skólatíma. Aukum tíðni strætóferða. Komum á meiri samvinnu rekstraraðila strætó við skóla, íþrótta og tómstundastarf. Skipuleggjum frístundaakstur og strætisvagnaferðir með þarfir skóla, íþrótta og tómstundastarfs í huga. Tengjum strætókerfið við Leifsstöð með tilliti til þarfa starfsfólks og ferðamanna. Byggjum upp strætókerfi með þarfir notenda í huga. Fræðslumál. Förum strax í að semja
við sem flestar menntastofnanir kennaramenntun fyrir leiðbeinendur í Reykjanesbæ og þá sem áhuga hafa á að starfa í skólum bæjarins. Setjum upp skilvirkara kerfi fyrir foreldra vegna umsóknar leikskólabarna þannig að hægt sé að sjá betur hvenær barn kemst inn á leikskóla. Hönnum strax þá leikskóla sem meirihlutinn sagði í kosningabaráttuna stæði til að byggja, setjum fram áætlun hvenær þeir verða teknir í notkun. Hefjum strax undirbúning að byggingu nýs grunnskóla á Ásbrú. Leggjum grunn að því að efla stuðningsþjónustu í skólum, endurskoðum stuðningskerfi innan skólana sem í höndum ófaglægra. Umhverfismál. Fjölgum hraðleiðslustöðvum í Reykjanesbæ í samvinnu við einkaaðila þannig að Reykjanesbær verði leiðandi í orkuskiptum. Hröðum LED-væðingu sveitafélagsins. Vekjum áhuga íbúa og fulltrúa fyrirtækja áhrif þeirra og möguleika til kolefnisjöfnunar, setjum á laggirnar gróðursetningar átak á lóðum í bænum í samstarfi við íbúa, félög og fyrirtæki. Velferðarmál, aukum áherslu á úrræði sem auka getu til sjálfbjargar og lífsgæða til frambúðar og fækkum þannig þiggjendum fjárhagsaðstoðar Reykjanesbæjar. Styðjum vel við fólk sem þarfnast aðstoðar með það að markmiði að gera þörfina minni, gerum þjónustuna skilvirkari og auðveldum fólki endurkomu á vinnumarkaðinn í samstarfi við fagaðila. Setjum geðheilbrigðismál á oddinn, gerum þau sýnileg. Komum á auknu samstarfi stjórnenda HSS og sveitafélagsins. Stjórnsýsla og fjármál. Lækkum fasteignaskatta og skoðum breytingar á lóðarleigu. Gerum skýrar kröfur hagkvæman rekstur þar sem sjálfsagt þykir að spyrja reglulega hvort gera megi betur. Komum á og eigum reglulega samráðsfundi með íbúum allra hverfa, rýnum stöðugt hvað hægt að gera betur og með hagkvæmari hætti, vinnum ötullega að því að auka tekjur í takt við önnur sveitafélög án hækkun skatta. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Alexander. Orðið laust áhersluatriði Sjálfstæðisflokksins 2022 til 2023. Einhver sem vill taka til máls? Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar að byrja á því að þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að koma og Alexander fyrir að koma hérna upp og leggja fram þessar áherslur og ég gleðst sérstaklega yfir þeim samhljómi sem maður heyrir í svona mjög mörgum málaflokkum sem komi hérna fram með þeim málefnasamningi sem meirihluti var að kynna hérna áðan og ég held að við séum svolítið að fara að leggja drauginn að því að geta verulega hérna keyrt áfram framfara mál hérna í samfélaginu. Það talað hluti sem við höfum mjög mikið talað öll held í aðdraganda kosningana. Það að leiða svolítið samtal við fyrirtækin og það sem þeim tengist. Það tekið á því í málefnasamningnum að fara í einmitt endurskoðun á samstarfinu við íþróttafélögum og annað því líkt. Opnun félagsmiðstöð í hverfum, frábært mál sem ég held að sé allir sammála því að það sé að gerast. Og svo náttúrulega svona líka minni hluti sem við eigum svolítið að gefa gaum. Maður náttúrulega alltaf sé ekki alveg alltaf á því hvar hlutinir eru staddir eða hvernig hlutinir hafa gerst í fortíðinni, en málefni sem voru nefnd eins og með landnámsdýragarðinn og þess háttar, svona hluti sem gera bara samfélagið okkar svona skemmtilegra og byggir upp. Ég meina þetta getur verið, það eru margir svona góði fletir sem maður sér þarna sem eru bara í miklum takti á milli allra bæjarfulltrúa hérna. Svo eru aðrir þættir sem var tækt þarna á sem ég held að sé einmitt líka svona mikill samhljómur í sem snúa til dæmis að velferðarmálunum og efla fólk í virkni
tryggja það að fólk sé virt í samfélaginu okkar. Það er gríðarlega verðmætt á svo mörgum stigum og gróðursetningar átök og hafa bæinn okkar og ásýndina á honum til fyrirmyndar. Þannig að ég er bara mjög ánægður að heyra þessar áherslur frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og sérstaklega að finna samhljóminn með þeim meirihlutasamningi sem við vorum að tala áðan. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja? Já, Alexander, gjörðu svo vel. Já, það gleður mig að heyra að þið heyri samhljóm með okkar áherslum. Enda sáum við nú ýmislegt í málefnasamningnum sem við könnuðumst nú við í kosningabaráttunni. En það er gott ef við getum verið samstíga næstu 4 árin og þannig held ég að við náum bara bestum árangri saman. Takk fyrir þetta. Hjörtur? Já, takk forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér finnst þetta mjög skemmtileg yfirferð. Ég saknaði svolítið að hafa ekki fengið gögnin fyrir fundin því að ég held þetta sé frábær lesning og ég hlakka til að skoða þetta núna í fundargerðinni. Það er greinilegt og maður sá það svo vel og skýrt í kosningabaráttunni hvað það voru allir rosalega sammála. Það eru allir sammála stóru málin og eiginlega litlu málin líka. Það var rosa lítill munur á milli flokka af því að fyrst og fremst erum við að fara að vinna öll af sömu málunum. Við viljum öll þetta sama. Við viljum eins og Bjarni var að telja upp, við viljum öll hafa frístundir og viljum öll hafa félagsmiðstöðvar í hverfunum og aðgengilegt, en bærinn okkar alveg óbúðslega langur og ekki hægt að ætlast til þess að krakka sig að fara endan á milli í strætó þegar það henta jafnvel ekki. En ég hefði gjarnan vilja fá þetta fyrir fundin, þannig ég geti dundið mér við það í dag að lesa það. En ég verð að setja mig við að gera það í kvöld í staðinn. Kæra þakki fyrir þetta. Forseti vill minna bæjarfulltrúa á að ávarpa hvert annað með svona aðeins öðrum hætti, ekki bara með nöfnum heldur bæjarfulltrúa stöðunni okkar hérna. Svo langar mig að taka undir þessi orð sem hafa komið fram hér, að það er virkilega ánægilegt að sjá hvað bæjarfulltrúar og allir þeir flokkar sem eiga hérna fulltrúa í bæjarstjórn eru samstíga með áhersluatriði. Og ég held að það muni líka bara reynast okkur mjög vel að vera samstíga í átt að þeim markmiðum sem við sjáum að framundan eru, þó að leiðirnar verði kannski aðeins ólíkar. Þannig að ég er alveg fullviss um það að þessi bæjarstjórn mun vinna vel fyrir íbúa, sérstaklega með svona mjög keimlíkum áhersluatriðum. Enda búum við öll hér og vitum hvernig við viljum gera okkar góða samfélag ennþá betra. En eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góðu gestir. Ég vil þakka Alexander þessa fínu yfirferð og ég tek undir með bæjarfulltrúa Hirti. Það hefur verið gaman að lesa þetta fyrirfram. Líkt og málefnissamningurinn okkar var settur fram, þá hefur verið mjög gaman að glugga í þetta skjal, þannig ég hlakka til að fá það í hendunar. Ég fagna því að áherslur okkar eru líkar og verð ég þá sannfærð það í mínu hjarta að við getum unnið vel saman næstu 4 ár, sem er virkilegt gleðiefni. Það er eitt sem ég hjó eftir og langaði kannski aðeins að varpa fram, að þessi yfirferð er sem sagt fyrir 1 ár. Að þetta eru verkefni til næsta árs. Öll þessi verkefni, ef ég skil það rétt. Ok. Það er bara gott að sjá, það er metnaður og bara frábært. En það er stórt haust framöndan hjá okkur og hlakka ég til að vinna með ykkur í minnihlutanum, líkt og í meirihlutanum og fagna þessu líkum áherslum. Og takk fyrir Alexander erindið. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Og þá höldum við hér áfram og við erum þá komin að síðasta lið þessa fundar sem er 7. mál, sumarleyfi bæjarstjórnar. Eins og venja er þá starfa bæjarstjórn ekki yfir hásumarið, heldur fer bæjarráð með hennar störfa meðan og hefur því fullnaðar ákvörðunarvald í málum á meðan á því stendur. Forseti mun hér leggja fram tillögu að svo verði, en vil á sama tíma benda á að vanin er að bæjarstjórnarfundir séu haldnir 1. og 3. þriðjudag hvers mánaðar, en þar sem það eru 5 þriðjudagar í ágústmánuði, verður tillagan sú að bæjarstjórn komi saman á loknu sumarleyfi 4. þriðjudag ágústmánaðar. Forseti ber því upp tillögu sumarleyfi bæjarstjórnar og hljóðar hún svo. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir með vísan til 35. greinar laga nr. 138 af 2011 og 48. greinar samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar að fela bæjarráði fullnaðar afgreiðslu mála á meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir frá 22. júní til 17. ágúst næstkomandi. Næsti bæjarstjórnarfundur verður þriðjudaginn 23. ágúst 2022 í Merkinesi í Hljómahöll. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gefi merki. Hún er samþykkt 11:0. Ágætu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá þessa fundar tæmd. Við munum nú ganga frá fundargerð sem verður undirrituð rafrænt af venju. Því segi ég 634. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.